Hæ, við heitum Anna Kolbrún og Thelma Lind og við tókum Ágúst Halldórsson í viðtal. Í viðtalinu ræddum við starf Ágúst og lífið hans. Viðtalið var mjög skemmtilegt og fræðandi og fengum góða innsýn í persónuna. Heyrðu að líka okkur? Bara sjúklega vel. Ok, skulum byrja núna. Okay. Geturðu sagt aðeins frá sjálfur þér og hvernig þú endaði sem vélfræðingur í Vestmannaeyjum? Já, ég er fæddur í Vestmannaeyjum og úr Guðbjörgu í bankanum og var getinn af Halldóri Sveinssyni. Og ég átt heima allan tímann í Vestmannaeyjum en flutti bara í bæinn til að læra og síðan kom ég tilbaka út að ég ætla að deyja í Vestmannaeyjum líka. Já. Ok, hvað finnst þér mest gefandi við starfið þitt? Það er að vera í burtu frá börnunum mínum og konunum minni í svolítinn tíma. Ok, já. Hvernig er að vinna í Já, og líka, þú veist, síðan að það bara er gaman að vera bara með svona köllum í svona mengi. Þetta er svona svipað eins og maður getur ímyndað sér fyrir svona 10.000 árum þegar menn voru bara að fara stéttir Afríku að vegina saman, þú veist, þið kallar fyrir þig. Þetta er svona svipað tilfinning. Já. Þetta er svona að þú ferð aftur í svona kallaformið þitt. Við getum talað eins og við viljum, þú veist, það er ekkert verið að tala eins og fólk heldur um. En þetta er svona öðruvísi starf. Maður er ekki að vinna með kettlingum og það er bara stundum bara fínt. Sumir kallar eru þannig, það er fínt að lausa. Já, ok. Hvernig er að vinna í sjávarútvegi í litlu samfélagi eins og Vestmannaeyjar? Það er bara frábært. Það er bara, þetta er skemmtilegt starf og skemmtileg sjávarútvegi. En það er alltaf að tala illa um mann og allt er að græða og einu að tapa og þetta er bara flott, sko. Og vera svona í þessum armi atvinnulífsins. Ok, þú vakti mikla athygli og fórst í kajak út í Surtsey og hvað hvatti þig til þess? Já, það er eiginlega bara, mér finnst bara ömurlegt að það sé bara einhverju vísindamenn sem geta bara farið á einhverjum dagpenningum og vera að drekka bjór í einhverjum kofa og svartur að gera eitthvað allan sólarhringinn sem við vitum að það er ekkert að gera og ég vildi bara sýna það að við getum bara farið hana líka, Vestmannaeyingar. Já. Og ég hefði aldrei sett þetta, ég er ekki alveg heiladauður, skilur, ég hefði ekkert sett þetta á Instagrami að skrifa í gestabókina ef ég vissi að þetta myndi komast upp. Þannig að ég er aðeins að ýta undir þetta, við megum alveg farið hana líka, Vestmannaeyingar. Það er fullt af Vestmannaeyingum að hafa farið hana. Já. Þeir eru bara ekki svitlir svo ég að skrifa í gestabókina. Já. Hefur alltaf verið svona ævintýragjörn eða kom það með aldrinum? Nei, það er alltaf verið ævintýragjörn, jú. Þetta kallast kvísi held ég hjá þeim þeir sem háskólamenntuðu og eitthvað svona, jú. Ég geri bara hlutina, ég nenni ekki að hugsa það og lengi, sko. Og byggur betra að gera það, síðan bara, eins og þið vitið, síðan bara degiði og þá sérðu bara eftir að ég hafi ekki gert hlutina sem ég langaði að gera. Af hverju gera það ekki bara með alls lífandi? Sammála, segi það. Hvað gerir Já, meðan þú ert ekki að nauðgaupa með þessu fleiri. Meðan þú ert ekki að fara í svona mörk eða eitthvað. Það skiptir máli. Já, hvað gerir Vestmannaeyjar svona sérstaklega á þínu mati? Þetta er bara upp á starfinu í heiminum. Það er samfélagið, það er fólkið, það er bara, það er einhvern veginn, þú sér það best örugglega þegar einhver deyr í kringu, þá sérðu þetta til eitt stórt, sérstaklega er einhvern harmdauði, einhvern barnadauði eða konaðinn eða makiðinn eða eitthvað, þá svona sérðu hvað samfélagið svona þjappast saman í kringu þau, sem er örugglega á öllum svona sjávarplássum, en ég veit ekki, Vestmannaeyjar er bara eitthvað mikið meir. Bara svona geimsteinninn í lífinu. Já. Hvernig finnst þið samfélagi í Eyjum hafa breyst síðustu ár? Eiginlega bara ekkert svakalega, bara svona, við erum laus við múslima og gyðinga og svona, eitthvað svona drasl þjóðfélagshópa og reyna að gera. Þetta er svolítið svip, þetta er svolítið bara eins og, það breytist ekkert mikið, það er alveg kostur við þetta. Já. Og
þarf ekki alltaf að breytast mikið. Nei. En, jú, það eina sem maður segir, jú, Sjálfstæðisflokkurinn búin að missa arminn sinn, en ég sé ekkert að það sé eitthvað verra að hafa álistan að það. Nei. Ég að raka. Maður bara frá Kári Kristján, hann Kitty. Hver eru næstu verkefni eða draumar sem þú vilt láta rætast? Herri, næstu verkefni, tíðan þingið á góðu tíma. Herri, ég að fara á sunnudagi til Tyrkins í Hárigræslu með Birki Hlins og Badda Bílasal. Það verður eitthvað, ég veit ekki svo af hverju segja já við því, ég að stóra sunnarinn og svona þess, en ég veit það ekki, þetta verður eitthvað, þetta gæti að vera gaman, sko. Já, ég trúi því. Já, mæti maður bara næst, bara með lokkin, blæsa svona framlöfum. Já. Hvaða ráð myndir þú gefa ungu fólki sem vill fylgja eigin hugmyndum, jafnvel þó sem það öðruvísi? Ekki hlusta mikið á fullorðna, en hlusta samt á þá pröfaðu eiturlyfi sem fólk kan segja það. Nei, djók, ég myndi segja bara að gera það nákvæmlega sem þau langar til að gera, með það ekki að fara í eitthvað rugl, skilur. Að 3 ár í skóla betra heldur en 40 ára á lagið, skilur. Þú veist, það ekkert, þú veist, að gerðu eitthvað á meðal ungur að gerir auðveldara fyrir að vera eldri, að fá okkur betri vinnur eða gera eitthvað. Það svo auðvelt að verða aumingi, sko. Og það 15 ára laus við það að vera aumingi, sko. Og lífið erfitt hjá öllum, skilur við, það bara ekki allir að segja, og ef þú ert að grenja á samfélagsmiðlum og pósta myndbandaðir, þá máttu bara skjóta þig, sko, það nei, ekki beint skjóta þig, heldur að þarft þess ekki, sko, það allir með eitthvað á bakinu og að bara halda þig niðri og lífið bara svoleiðis, áfram. Mitt. Samræðar þar. Þetta ekki komið? Þetta sé komið? Já, spurningarnar eru búnar. Ekki geggjað. Já, takk fyrir að leyfa okkur að taka viðtal við þig. Það bara til hamingju með fyrsta færeyska viðtalið, ekki? Já, takk fyrir. Herri, ég byrði þessa. Já, skilum.